Hæ hó og jippi-jey, velkomin í hátíðarþátt Akraneskaupstaðar 2020. Þetta með aðeins breyttu sniði í dag, heldur en fyrri ár á 17. júní. Við ætlum að streyma til ykkar þessum föstu liðum eins og hátíðaræðu, bæjarlistamanni Akraneskaupstaðar 2020 og fjallkoninni að sjálfsögðu. Auk þess verða nokkur góð atriði til afþreyingar og annarra skemmtunar. Við viljum bara hvetja ykkur til þess að gera ykkur glaðan dag, skreyta heimilið, skreyta ykkur, skreyta nágrannan, bjóða nágrannanum í kaffi yfir grindverkið og ýmislegt svona. Við horfum á það sem við getum gert en ekki það sem við getum ekki gert. En fyrst ætlum við að fá hana Ellu okkar til að segja okkur hvað er í boði í dag. Jæja Ella, gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð sömuleiðis. Hvað segir Ella? Hvað er í boði fyrir íbúa Akranes og gesti þeirra? Akranes hefur náttúrulega upp á margt að bjóða alla daga ársins, þannig að það er hægt að gera ýmislegt bara njóta náttúrunnar og þannig, en hjá okkur á vegum kaupstaðarins er sérst opið á byggðasafninu frá 10 til 5. Síðan er náttúrulega þessi dagskrá sem er í gangi núna. Við erum svona að reyna að koma með eitthvað svona nýtt inn þannig að fólk getur skipst á skoðunum og sé aðeins hvað hver hann er að gera með svona Instagram-leik. Þannig að við erum að hvetja alla til að taka myndir frá sínum eigin hátíðahöldum og setja á Instagram og nota hashtagið Skagalíf og Visit Akranes. Já, Skagalíf eins og síðan ykkar, góða? Já, og það er einmitt allir viðburðir sem eru haldnir á Akranesi eru settir þar inn ef fólki gefst kostur á að kynna á þar. Þannig ég hvet líka fólk að fylgjast bara reglulega með þar til að fylgjast með hvað er að gerast á Skaganum. Og þegar þessi byggðasafn er opið, þetta er ekki sama byggðasafn og var hérna fyrir ári síðan, það er búið að taka allt í gegn. Já, það er reyndar megnið af steypunni er upprunalega, en svona flest annað hefur verið endurnýjað á síðustu 3 árum. Þannig að það er bara mjög skemmtileg sýning í boði og ég bara hvet fólk til að kynna sér það, komum við. Þeir sem koma núna á næstu dögum áður en að hljóðleiðsögnin verður komin, þeir geta komið svo aftur án þess að borga aftur þegar hljóðleiðsögnin verður komin í gagnið. Er eitthvað annað sem að íbúar ættu að hafa í huga varðandi opinberar byggingar eða stofnanir eða annað í bænum? Það verður allavega opið í Guðlaugu frá 10 til 6 og ef að fólk eru á leiðinni þangað og mæli ég nú með að kíkja á þessu langarsandi leiðinni og kannski æfa sig í smá sandkastalagerð af því það verður náttúrulega sandkastalakeppni á írskum dögum. Sem er bara rétt handa með horni? Já, það er bara styttist óðum í það og síðan er skrúðgarðurinn. Var nokkuð búin að nefna það? Nei, það er stúlka með löngu komin á sínar heimaslóðir í skrúðgarðinn, þannig að það er gosbrunnurinn á að vera komin í gang, þannig að það er vert að labba þar framhjá og njóta. Nákvæmlega. Takk fyrir þetta, Ella. Ekki máli. Já, það er engin almennilegur 17. júní nema sé hátíðaræða og það er hann Ari Jóhannesson, læknir, sem ætlar að flytja okkur hana að þessu sinni. Ágætu Akranesingar og aðrir sem á mál mitt hlýða. Mér er það bæði ljúft og skylt að ávarpa ykkur á þessum þjóðhátíðardegi að vísu við óvenjulegar aðstæður. COVID-19 geisar enn heiminn þótt við Íslendingar séum að vísu komnir í skjól, allavega stundarsakir. Faraldurinn hefur kennt okkur margt. Hann er alvarlega áminning það að þrátt fyrir ómældar framfarir í læknavísindum eru við enn tiltölulega varnarlaus gagnvart smæsta lífforminu. Veiru sem stökkbreytist og herjar sínar á heimsbyggðina með geigvænlegu mannfalli og efnahagsþrengingum. Og víst er að þetta verður ekki síðasti heimsfaraldurinn. En við tókumst á við veiruna og sýndum lofsverða samstöðu. Fórum eftir ráðleggingu þeirra sem við treystum með besta hugsanlega árangri. Vissulega höfum við fært fórnir, sumir reyndar meir en aðrir og margir standa því miður frammi fyrir atvinnuleysi, vonandi tímabundnu þó. En getum við sem þjóð ekki nýtt okkur eitthvað úr breyttri sviðsmynd, eitthvað jákvætt sem getur orðið okkur veganesti inn í framtíðina löngu eftir daga COVID? Er til dæmis mögulegt að margt af því sem við höfum þurft að láta á móti okkur undanfarið sé hvorki eins sjálfsagt og nauðsynlegt og við höfum talið okkur trú að minna geti jafnvel verið meira. Að fleira skipti máli en græjurnar sem við verðum endilega að eignast og afþreyingin sem verður stöðugt fjölbreyttari
en ekki endilega innihaldsríkari. Við þurfum ekki að vera allstaðar alltaf. Hættan er nefnilega svo að ef við tökum ekki leikhlé reglulega og forgangsröðum, göngum við fyrr eða síðar á vegg, kólnum og fjarlægjumst það sem mikilvægast er fjölskyldu okkar og starf. Þetta leiðir óhjákvæmilega hugann að sjálfstæði. Sjálfstæði okkar sem þjóðar vissulega og það er jafnbrýnt nú og áður að standa vörð það. En hvað með sjálfstæði okkar sem einstaklinga? Erum við til dæmis nægilega gagnrýnin á ýmsa þá hluti sem fyrir löngu eru orðnir ómissandi þáttur í okkar daglegu tilveru? Hvað á ég við með þessu? Tökum dæmi af samfélagsmiðlum. Eins frábært tæki og þeir eru til upplýsinga og skoðanaskipta, þá eiga þeir sér líka aðra hlið og ekki eins aðlaðandi. Falsfréttir, lýðskrum, hömluleysi og hleypidómar eiga greiðan aðgang að augum okkar og eyrum og óraunhæfar og oft á tíðum tilbúnar glansmyndir af eigin lífi kalla oftar en ekki fram vanlíðan hjá þeim sem að einhverju leyti standa höllum fæti. Viljum við það? Og beinar og óbeinar auglýsingar teyma okkur áfram í þeirri neysluhyggju sem gagntekið hefur Vesturlöndum árabil og ógnar að óbreyttu tilveru afkomenda okkar með þeim fótsporum á jörðu og í lofthjúpnum sem skerða munu lífsskilyrði mannkynsins til frambúðar. Er þá ekki skynsamlegt að staldra við, sýna kjark og sjálfstæði og huga frekar að þeim gildum sem eru líklegri til að bæta okkur sem manneskjur? Þar getum við engum treyst nema okkur sjálfum. Ábyrgðartilfinning, samhugur og virðing gagnvart öðrum einstaklingum og vistkerfinu er fyrst og síðast í boði okkar sem einstaklinga, þótt stjórnvöld eigi líka ríkri skyldu að gegna. Talandi virðingu, þá skulum við muna að hér á landi býr mikill og vaxandi fjöldi fólks af erlendum uppruna. Okkur ber að fagna fjölbreytileikanum, en það er á engan hátt sjálfgefið að innflytjendur aðlagist íslensku samfélagi nema mikil vinna sér lögð í það nauðsynlega verkefni. Margt bendir til þess að við getum og eigum að gera miklu betur þar og það ber því miður enn á rótgrónum fordómum í garð aðkomu fólks sem er okkur Íslendingum ekki til vegsauka. Mesta hindrunin er þó líklega tungumálið. Það finn ég til dæmis nær daglega í starfi mínu sem læknir. Það er lykilatriði að nýbúar tilengi sér íslensku og þar megum við hvorki spara fé né fyrir höfn. Á meðan skulum við ávarpa þau á íslensku fyrst en ekki ensku eins og svo algengt er. Vonandi verður þess ekki langt að bíða að nær allir nýjir þegnar standi okkur jafnfætis á 17. júní og segi hátt og skýrt: þetta er þjóðhátíðardagurinn okkar. Daginn sat ég og pirraði mig yfir roki og rigningu, eins gáfulegt og það nú er. Þá heyrði ég Svartþröst syngja án afláts í tré fyrir utan gluggann. Sama glaðlega söngin og Svartþröstur syngur alltaf, sama hvernig viðrar. Kæru skagamenn, hlustum á fuglana. Horfum ótrauð fram á veginn, helst þjóðveginn innanlands auðvitað, tökum virkan og ábyrgan þátt í samfélaginu og umræðunni, syngjum líka í rigningunni og hlúum að mannlífinu í bænum okkar. Gleðilega þjóðhátíð. Við erum stödd í alveg glænýju horni hérna á byggðasafninu. Það er alls konar nýtt og margt skemmtilegt að sjá og skoða. Það er ekkert eins viðeigandi og búningar á 17. júní, það er að segja þjóðbúningar. Og það kemur nú svo sannarlega við sögu í næsta atriði. Það er Anna Þóra Þorgilsdóttir sem ætlar að flytja okkur ættjarðara ljóð sem Fjallkonan góða. Útþrá eftir Sesselíu Ólafsdóttur. Að sigla, fara í víking, finna land. Að fylgja sinni þrá og himinstjörnum.
að finna eld og ís og svartan sand, að eiga von að gefa sínum börnum. Að reisa hús og rækta grænan völl og kveða rímur, hlíðin svo fögur. Í myrkrinu moldarkofin höll og mamma syngur ljóð og segir sögur. Að eiga fátt en uppskera og sá og elska dalinn, ekkert frekar vilja. En sumir vakna enn með þessa þrá og þurfa að sigla, þurfa að læra og skilja. Við klífum, viljum hvítum tindi ná. Langferð hver, hún hefst við fyrsta skrefið. Við ferðumst full af ævintýra þrá og nýtum frelsið sem var okkur gefið. Því að frelsið fengum við í vöggugjöf og vonina og vornóttina bjarta. Og þó við eigrum enn heimsins höf, þá Ísland alltaf býr í okkar hjarta. Já, fallegt ljóð hjá fallegri konu, fallegri fjallkonu og talandi fallegt, hér fallegt altari við hlið mér. Það kirkjukór Akraneskirkju sem ætlar að flytja okkur ættjarðar ljóð næst. Já, hér nýr veggur á byggðasafninu, eða nýr og gamall því að þetta auðvitað stjórnstöð Sementsverksmiðjunnar sem algjört listaverk. Og þá komið að næsta lið hjá okkur sem bæjarlistarmaður Akranes 2020. Það hann Sævar Freyr sem ætlar að útnefna hann. Bæjarlistarmaður Akranes, Sævar. Viltu segja mér aðeins frá listamanninum sjálfum? Gefa mér smá vísbendingar. Já, þetta ung, framsækin, skapandi og listræn listamaður sem
ég er bara mjög stoltur af því að fara að segja að verði bæjar listamaður Akranes. Það er bara ansi magnað. Og hvernig er svona bæjarlistamaður valinn? Já, það er nú bara íbúar bæjarins sem hafa mikið það að segja. Við fáum tilnefningar sem að íbúarnir koma á framfæri og svo er menningar- og safnanefndin, hún fer svona í gegnum þetta og kemst að flottri niðurstöðu sem að er búið að gerast hérna enn eitt árið hjá okkur. Já. Geturðu sagt mér eitthvað pínu meira listamanni, þannig að fólk hefur kannski gaman að því að giska á hvaða sviði er hún? Er þetta tónlist? Já, hún vinnur með til dæmis bara svona... Hún? Já, við erum komin á þar, við komum það, þetta er hún. Já, búin að ná því. Já, það er svo hún. Já. Og hún er svona, blandar saman til dæmis vöruhönnun eftir að hafa verið í námi á Akureyri í sínu fagi, sínu listgrein. Hún Akureyri blandar saman, þetta er alltaf púslast. Hefur búið á svona stóran hluta af sinni tíð hér á Akranesi og við vakið mikla athygli fyrir mjög frumleg verk og svona, hvað að segja, svona playful, það er eiginlega orðið, en maður á nú kannski ekki á 17. júní að vera að sletta á ensku, þannig að hún svona leikur sér saman með ólíka hluti. Já, leikfull. Hún er rosa leikfull í list sinni. Já. Þannig að ég er ekki alveg aðilinn til þess að svona lýsa nákvæmlega hennar list. Hún var auðvitað miklu betri í því. Já, þá ekki bara rétt? En þetta er svona mín upplifun af henni. Þetta er alveg einstakt hvernig hún setur þetta allt saman. Já, ég get þetta ekki lengur. Nú verð ég bara að biðja að afhenda henni, að titla hana og svo ætla ég bara að fá að tala við hana og fá að spyrja hana aðeins út í þessa merkilegu list sem ég heyri að hún er að gera. Það er bara svoleiðis, það er komið tími til að segja það. Það er bara Tinna Rós Þorsteinsdóttir, Tinna Royal. Tinna Royal. Tinna Royal, innilega hamingju, Óskir. Þú ert bæjarlistamaður Akranes. Takk fyrir. Til innilega hamingju, Óskir. Þetta er glæsilegt. Takk. Við erum hérna, þú ert að taka þessu velunum. Hvernig leist þér á þessa lýsingu af svona þinni hönnun hérna rétt áðan? Mér finnst þetta bara æðislega skemmtileg. Ég verð bara að segja ég er hjartanlega saman ykkur. Og alveg playful. Leikur er saman með listina. Jú, það passar óbúslega vel um mig. Ég myndi segja það. Það er bara, ég vakna þannig. Hérna ertu einmitt með á bakvið okkur hérna, við erum í bókasafninu. Já. Og þar er einmitt komið hérna, segðu okkur aðeins, hvað er þetta hérna á veggnum? Þetta er fyrirsögn á sumarlesturum í ári sem sagt Land verður til. Þannig ég fekk það bara verkefni að smetla einu skálduðu landi upp á veggi og ég leyfði rúlinu bara hreinlega að ráða. Já. Og úr varð þetta sæta land. Og ég reyndi nú að lauma einhverjum áhugaverðum forðum í þetta svo krakkarnir geti giskað á. Nákvæmlega, þú talar krakkana. Eru þau sem byrjuð að vinna með þér í verkinu núna? Já, þau sjá sérst að byggja landið, fá sérst miða fyrir hverja bók sem að lesa og búa til listaverki með mér í leiðinni. Æðislegt. Svo fær það hanga hérna fram yfir sumarið. Já. Bara á bókasafn Akranes, allir að mæta og sjá hvernig listaverkina Tinnu Royal er komið upp hérna í bókasafninu. Er ekki bara hæ og jippi ei núna? Jú. Það bara verið klárið það. Tinna Royal, bæjarlistamaður Akranes árið 2020, frábært. Hvað segirðu Egill? Eigum við ekki að kíkja heim til Tinnu og heyra aðeins hvað hún er að gera? Til hamingju með bæjarlistamann Akranes 2020. Hvernig líður þér? Ég á eftir að koma í ljós. Þegar ég búin að hringja mömmu, það kemur í ljós. En ég er mjög ánægð. Ég var að sjálfsögðu búin að svona hugsa mig að, þú veist, með bæjarlistamannahattinn í framtíðinni. Hvernig það, ég átti von að því, en ég var ekki tilbúin að heyra fréttið núna, eða símtalið að ég fengi að vera bæjarlistamann. Þannig ég er mjög hamingjusöm, jú. Já. Hvernig fórst þú til listsköpun? Sennilega bara frá því mann eftir mér. Svo kemur smá tímabil, kannski þangað til að kannski gelgjan. Mamma galdraði mig aftur inn í þetta og er svo bara búin að vera aðeins stöðugt síðan ég var, að segja 16 ára, 21 ár að búa til. Og skapa og já. Hvaðan kemur Royal nafnið þinn? Herðu, það er út af Facebook síðunni sem ég vildi nefna. Ég vildi ekki skrifa Tinna, lista, gallery, artist, eitthvað þannig að
Ég var búin að vera í svona 2 daga að slást við hvað síðan mín á að heita. Því ég ætlaði að skilja af Facebook síðan mína og búa til listamanna síðan mína. Og fyrsta myndi sem ég var með í tækinu mínu sem ég ætlaði að birta var málaður Royal búðingur. Og ég ákvað bara klukkan 2 nóttina, já, þetta er Tinnu Royal. Ítti bara að birta, ég skipti skoðun seinna. Svo glemdi ég því og svo fer ég í viðtal árið 2015 og blaðamaðurinn segir hérna listakonan Tinna Rós Þorsteinsdóttir, betur þekkt sem Tinna Royal. Sem ég er bara búin að halda mig við síðan. Búm, komið. Skiptum ekkert skoðun núna, þetta var prenti. Hvað það helst sem þú ert að vinna með núna? Ég er svona í grunninn myndlistamaður. Ég vil helst vinna í olíumálingu á striga, en ég á það til að gera eiginlega allt sem er dettur í hug. Eins og lítinn Egil fyrir bókasafnið eða bara hálsmenn og þú veist, vörur sem þú getur sett upp á vegg og bara það sem er dettur í hug. Hver geta bæjarbúið að nálgast listina? Facebook, heima hjá mér. Ég er ekki beint búin að tróða neitt. Já, ég er að vinna í því og koma mér á framfæri. Eitthvað er á bókasafninu, segirðu? Já, ég er með, ég gerði sérst Egil Helgason í einn og móti einhverju skemmtilegu. Svona eins og maður gerir, Egil Svona eins og maður gerir í venjulegu spjalli. Og hann varð síðan bara að eign bókasafnsins. Hann var náttúrulega, ég bara djók í vinnunni, ég ætla að gera Egil, svo kom ég með hann og hann er í öllu sínu veldi þarna og svo bara fékk hann ekkert að fara aftur. Ekki það að hann gæti farið neitt annað en á bókasafn. En er eitthvað staðar annars staðar verk eftir þig? Ég veit það ekki. Jú, örugglega heima hjá völdu fólki. Ég veit ekki hvað svo opinbert það er. Þetta er aðalega heimili. Jú, við hvetjum fólk bara til að fara heim til þeirra, ef við veitum fólk sem á verk eftir þig, að fara heim til þeirra. Já, það er kannski spurning að gera myllumerkið Tinna Royal heima hjá mér, kannski. Sýna mér það. Hvað þetta er, að ég er náttúrulega búin að vera í 20 ár að búa til og það hefur alltaf einhver viljað að fá hlutina mína, þannig að þeir eru á ýmsum stöðum örugglega. Gefðu mér. Ég keppti aldrei í nótunni, en nemendur í tónlistarskóla Akranes voru næstum búin að keppa í nótunni í ár, en auðvitað kom ástandið í veg fyrir það. En þau ætla að flytja fyrir okkur lagið sem að upphaflega stóð til að taka í nótunni 2020.
Nemendafélag Fjölbrautaskólans á Akranesi sett upp söngleikinn Dýrin í Hálsaskógi en af nákvæmlega sömu ástæðu og þú ert ekki á Akratorgi að missa gasblöðru upp í loftið, þurftu það að hætta við. Og þess vegna ætlum við að taka þau tali og fá þau til þess að leika pínulítið fyrir okkur og segja okkur frá sýningunni. Já, við erum komin upp í Garðalund. Garðalundur er ekkert ósvipaður Hálsaskógi, en þar er einmitt hann Bánsapabbi og ég frétti að hann væri hérna að bíða eftir okkur. Kíkjum á hann, reynum að finna hann hérna, einhvers staðar. Bánsapabbi! Já, Blessaður! sælir blessu. Heyrðu, okkur langaði nú aðeins að forvitnast hjá ykkur af því að þið lentuð í því að þurfa að fresta sýningum. Já, við gerum það, já. Já, og hérna, hvernig er þá staðan á ykkur í dag? Nú, við erum nú bara í pásu, sko, en svo byrjum við bara aftur fullu dampi í september og á frumsýnum við 11. september. Frumsýnið 11. september og Já. þeir sem eiga miða á ykkur? Já, það gildir á frumsýninguna. Það gildir áfram. Bánsapabbi, nú ert þú svona maður sátta maður, þú ert Björn sátta og hjálpaður honum Martini Skógamús að koma á friði í skóginum. Ertu með eitthvað góð ráð fyrir fólk í dag, svona á þessum erfiðu tímum? Já, þetta er nú bara spurning um að vera vinir og við viljum náttúrulega ekki búa í samfélagi þar sem enginn er vinur og bara... Er betra að búa í skógi þar sem allir eru vinir? Já, miklu betra, miklu rólegra. En þeir sem bara borða kjöt og bjúga alla daga, er rétt að maður verði eitthvað slappur af því? Já, maður verður að fá sitt grænmeti, sko. Er það? Já, það er mikilvægt. Þannig að þú mælir með grænmetis áti í dag og allir séu vinir? Já, einmitt. Og að mæta svo á sýningu á Dýrunum í Hálsaskóginni hjá nemendafélagi Fjölbrautaskólans. Mikið rétt. Já. Nú ætlum ég að syngja fyrir ykkur kvæði sem ég samdi sjálfur og það er hann hérastu bakara. Hlustið nú á. Hinum frægan hérastu helgast þessa stöku. Hann á brauð og bakari og bakar hverja stund í því. Kosta góðar kökur og talkökur eru til í því nakta búri. Einu stór og önnur smá, alla steiktar til að sjá. Rjóma og rósa búri. Og vín á brauðin þótt hann fá, fögnur hringi snúðar. Sveiti brauðið og halda brauð og hver af brauðin sitt og rauð. Og pipar kökur brúðar, hérastubbur hefur og hunangsbrauð með kremi. Í bakaríum bakarans, í brauðagerðarlistum hans, vildi ég vera nemi. Já, gjörðu svo vel. Gjörðu svo vel. Bakaradrengur, ertu þarna? Já, meistari, ég hér. Það er verst að ég sé ekki með klink á mér. En það kemur svo sem ekki að sök því að við Akurnesingar eigum alveg fullt af góðu tónlistafólki, meðal annars hana Helgu Ingibjörgu, en hún var einmitt að gefa út nýtt lag á dögunum sem við ætlum að fá að hlýða á. Þegar sígur sól í haf og þegar allt er staðið af og þú finnur ekki ró. Helga Ingibjörg, þú ert ekki bara söngkona, þú varst flugfreyja og ert flugfreyja og nú ertu starfandi í lögreglunni. Já, Og þú ert fórnarlamb þessa ástand sem er jú núna og væri vantarlega í háloftunum ef ekki væri fyrir stopp og flugi. alveg klárlega. En þetta hefur samt alveg blundað í mig lengi að langa að fara í lögregluna. Bróðir minn lögga og besta vinkona og margir sem maður þekkir. Þannig þetta var eiginlega svona bara þegar að flughurðin lokaðist þá opnaðist dyrnar inn í lögguna, basically, sko. Þannig ég hef bara pröfað að sækja sem sumarstarfsmaður hérna og fékk það bara. Þannig það var bara mjög gaman og ég er búið með að vinna smá. Þannig það er bara, þetta leggst ótrúlega vel í mig og mjög spennt fyrir sumrinu. Já, fólk vonandi þekkir þig frekar af söngnum þínum. Mögulega, Þú varst jú að taka þátt í Eurovision. Já, ég var þar með vinkonu minni henni Ísold og við vorum með lagið Klukkan tifar. Þannig að það var virkilega skemmtilegt og lærdómsríkt ferli, sko. Já, ég get trúa því. Já, og sem sagt, það alveg bara dró mann rosalega langt út fyrir þægindarammann. Alveg mjög langt. Þetta var þvílík rússíbanareið en samt jafnframt skemmtilegasta rússíbanareið sem ég hef farið í, sko. Erfið en geggjuð.
Er langt síðan og byrjaðir að syngja? Já, það má alveg segja það. Ég er búin að syngja bara síðan ég var bara lítið barn og var alltaf að syngja. Ég byrjaði að syngja hérna í Laugaskóla þar sem ég var í Saurbæ, í Dalasýslu. Þar var ég að syngja með vinkonu minni á svona skemmtun þar þegar ég var 9 ára. Og frá því hef ég bara verið að syngja endalaust einhvern veginn með mömmu og við píanóið og pappa. Pappi finnst rosalega gaman að syngja, syng með honum oft. Þannig að ég svo einhvern veginn bara fór ég að syngja meira þegar ég flytti hérna á Akranes. En samt einhvern veginn alltaf verið pínu hlédræg með sönginn. En alltaf fundist þetta virkilega gaman. Þú varst að gefa út nýtt lag, Já, óskrifuð orð, já. en þau eru samt ekki óskrifið, það er búið að Já, það er skrifa búið að þetta og skrifa, búið já, út. já, og gefa út. Herri, já, við sem sagt eftir Eurovision þá langaði mig að gera meira og ég er ekki alveg komin á þann stað að geta samið sjálf, ég finn það ekki alveg inn í mér í augnablikinu. En strákarnir sem sagt Birgir og Raggi sem að sömdu Eurovision-lagið okkar, þeir sem sagt, ég spurði þá hvort að þeir væru til í eitthvað samstarf áfram og þeir bara voru heldur betur til í það og þeir sem sagt sömdu þetta lag og svo semur textan hún Hrafnhildur Magnea, hún gengur undir listamannsnafninu Raven og já, það er bara ótrúlega þakklátt þessu þríeyki fyrir að hafa unnið þetta með mér. Og það er búið að gefa það út á hljóð, eða ekki, í hljóði, eða sem sagt. Jú, það er sem sagt komið inn á Spotify, heitir eins og sem óskrifur orð og ég er mjög ánægð með þetta lag. Þetta bara ristir djúpt hjá mér og textin er alveg bara mín rússíbana reið síðustu 6 mánuði tæpa. Þannig að þetta fjallar sem sagt að jafna sig eftir erfiða tíma, jafna sig eftir sambandsslit til dæmis og ég hef fengið að heyra, ég hef fengið mjög góða viðtökur við laginu og textanum og að fólk sé að tengja við þetta og fjallu jafnvel ófá tár við að hlusta á þetta því fólk náða að tengja sína sögu við þennan texta sem er þá eiginlega, þá er tilgangnum náð, ef einhverjir tengja við þetta þá er ég bara ótrúlega ánægð með það. Getur verið að áhorfendur hérna tengja við þetta að missa af 17. júní skemmtuninni? Það getur áfalli sem fylgdi því. Já, það getur verið. En þá er ég að velta fyrir mig hvort við höfum kannski að gera sérstaka Akranes útgáfu af myndbandi og fá þetta að taka lagi. Já, hvernig væri það? Er það ekki? Jú, ég er til í það. Sagt er að tíminn læknir sár, nú veit ég það óteljandi tár ég stóð í stað ég þarf að staldra við muna hver ég er og hvað ég vil langar helst að hætta að hugsa þig nú kominn tími til og ég hleyp og hleyp og hleyp án þín þar til skýin hörf og sólin skín ég þarf þig ei lengur nú slitinn sá strengur ég veit það nú að ég er betur sett hef á því trú Liðin tíð
þar til skýin hörf og sólin skín. Ég þarf þig ei lengur, ég þarf þig ei. Ég veit það nú, að ég betur sett hef á því trú, að lífið halda áfram mín framtíð óskrifuð Ég veit það nú, mín framtíð óskrifuð orð. Já, hann sennilega aðeins of ljós þessi blái, það ekki? En þetta ekki árið til þess að vera að hengja sig í eitthvað smáatriði og vera með eitthvað leiðindi. Við gerum gott úr hlutunum og ég vona svo sannarlega að okkur hefur tekist að koma ykkur í hátíðarskap með þessum þætti og þið í góðan dag framundan. Því að það Hi-Ho og EBA og EBA, það komin 17. júní. Blómin springa út og þau selja í sig sól. Sumarið í ángleymi og hart á renni jól. Í hjarta sínu fólkið klæðst og syngur lítið lag. Því lífið verður Ísland á afmæli í dag. Hi-ho, yippee-yay, og yippee-yay, það komin 17. júní. Ha-ha! Hi-ho, yippee-yay, og yippee-yay, það komin 17. júní. Konur heitir sigur sínir færir forseti. Við verðum og saman stóra dansvegi. Fjallkonan í húsveginn og fríðar upp á pall. Ljómur ljósum ljós, eftir löngu dauðakall. Hi-ho, yippee-yay, og yippee-yay, það komin 17. júní. Hi-Ho, yippee-yay og yippee-yay, það komin 17. júní.